Góð kvöldið, elskurnar, og velkomin í Gamesýruna á laugardagskvöldi. Það er 30. maí. Það verður nú líklega ekki birt fyrir á morgun, það er sunnudagur. Gamesýran, eða sýrukastið, eins og dóttir mín kallar þetta. Þátturinn í kvöld er með óhefðbundnu sniði. Og það er disclaimer á þættinum. Disclaimerin er sá að það sem að ég er að fara að tala um í kvöld mæli ég ekki með fyrir neitt né á móti, svo það sé tekið skýrt fram. Disclaimerin er einnig ef þú ert hlynntur geðlyfjanotkun og úrræðum geðlyfja batterísins og ert viðkvæmur fyrir gagnrýni á geðlyfjina, en þá myndi ég ráðleggja þér að slökkva. Ef þú ert 12 spora maður og það fer eitthvað fyrir brjóstið á þér að heyra mann eins og mig, edrú mann, tala um notkun hugvíkandi efna, þá myndi ég mögulega ráðleggja þér að slökkva. Örugglega einhverjir fleiri disclaimerar, en mér er í rauninni alveg sama, en ég vildi bara svona allavega segja þetta from the get-go, eins og maður segir. Það sem að ég ætla að fjalla um í kvöld, það er hugvíkandi efni og möguleg tengsl þeirra við UFO-málaflokkinn og þarna geimverur. Þetta kemur upp núna í kvöld, kannski svolítið á þeim forsendum að núna er laugardagskvöld og eftir vikutíma þá er ég staddur á minni fyrstu ayahuasca ceremoníu. Og það er nú ekki frásögufarandi, en að ég sem sagt er búin að segja þetta opinberlega áður og þetta er sem sagt athöfn sem ég er að fara í með einhverjum fámennum hóp af fólki sem að ég, í rauninni þekki ekki fyrir utan einn aðila sem sagt hringdi í mig og tjáði mér það að hann væri sem sagt búinn að skrá mig á ayahuasca ceremoníu. Hann hafi fengið skilaboð að handan úr eternum og bara svona til að fara aðeins yfir einmitt ayahuascaið, og ég er hérna með smá texta. Þetta er sem sagt bara í mörg þúsund ár hafa frumbyggja þjóðir Amazon notað við ayahuasca í trúalegum athöfnum sínum, og þá ber einna helst að nefna Shipibo, Konibo, Ashanika og Yanomami áttbálkana sem koma frá Brasilíu, Venezuela og Perú. Orðið sjálft, ayahuasca, kemur úr tungumálahópnum Cueca og myndi því að sem vínviður sálarinnar eða vínviður hinna dauðu. Ayahuasca er sem sagt samsetning tveggja plantna. Það er Banesterostropis capi eða sem sagt Maui og Psychoidria viridis sem er sem sagt basically DMT. Og samspil þessara tveggja plantna gerir upplifunina mögulega sem DMT eitt og sér virkar ekki ef það er drukkið, því maganum eitt og sér brotnar það niður. Síðan eins og að blanda saman með má, sem eru sérst hemlar úr vínviðnum, stöðast niðurbrotið og DMT verður sérst virt í gegnum meltingu. Þessi ótrúlega flókna lífefna fræðilega uppgötvun veldur svo djúpum sjón- og meðvitundarbreytingum og færir fólk nær guðlegum sannleika eða kjarna á þessum stað eða í þessa vídd sem ayahuasca fer með fólk á. Er sem að viðkomandi sé komin í annan og raunverulegan, allavega fyrir þeim, heim. Í þessum heim eru samstilta frásagnir fólks sem segja til verur sem þau hitta, oft á tíðum, suma hverja lífrænar og alls ekkert ólíkar hefðbundnum greys geimverum, en einnig er talað hinna svokalluðu machine elves eða vélaálfana sem eru hraðar, smáar verur sem hreyfa sér hratt og eiga samskipti í hljóðum, myndum, tilfinningum og algengt er að fólk hitti þær í þessum kvantum heimi upplifi að miklu magni upplýsinga sé deilt. Þetta eru svokalluð downloads. Þessar upplýsingar eru ofta tíðum illmettalegari fyrstu en hægt og rólega eftir því sem að tíminn líður
finnur fólk fyrir breytingum í sálar og tilfinningalífi sem rakið til þessara upplýsinga sem þeim voru færðar. Þessar athafnir með ayahuasca eru orðnar mjög algengar á Vesturlöndunum sem gjöf úr frumskógum Amazon til hinnar viltu efnishyggju púka í Vesturlöndunum og að mínum mati alveg hreint út sagt ágætis mótspil við hröðum heimi, efnishyggju kulnunar og andlegs úrræðaleysis sem virðist afleiðing af psykopatiskum áformum hagnaðardrifins lyfja, matvæla og afþreyingar iðnaðar Vesturlanda. Samhliða þessari þróun í Vesturlöndunum með notkun þessara suðrænu plöntulækninga ekki aðeins að eiga sér stað mikið ris í andlegu heilbrigði og sjálfsvinnu heldur hulan milli hinnar andlegu vakningar sem hlýst af notkun þessara efna og mögulegar íhlutunar vissra ójarneskra afla farin að þynnast. Fólki farið að sjá UFO-málaflokkinn sem eitthvað miklu meira en eitthvað bara klassískt dægumenningar nuts and bolts og frekar eitthvað sem tengir okkur mennina við tilgang, eða purpose, uppruna og að eitthvað guðlegt afl eða stýrikerfi, kosmískt stýrikerfi vaki yfir okkur eins og foreldrar sem fylgjast náið með börnum sínum. Það ekkit annað. En ég sem sagt ég að fara sem sagt í þessa ayahuasca ceremoníu og ég til þess að koma hérna bara from the get-go, bara hreint út, ég sem sagt, ef þið vitið ekki af því, þá ég sem sagt, myndi ég skilgreina mig sem edrúmann. Og það kannski stangist á við skilgreiningar margra annara. Ég sem sagt búin að ég stöðaði þess neyslu á alkóhóli og öðrum efnum sem að, já, ég vil meina að ég sem sagt allavega sálrænt var mjög háður og ber að nefna sem sagt í þessu samhengi kókaín og amfetamín og ýmis róandi lyf sem sagt bensótengt. Ég sem sagt hef átt rispur í gegnum tíðina og það var sem sagt 2016 að það brotnar eitthvað innan með mér sem gerir það verkum að það myndast eitthvað glufa fyrir ljósið að skína í gegn. Og þegar ljósið fyrir að skína í gegn þá byrjar að méla niður þessa álaga hulu jeksins eða þessu tilfelli, kannski má segja alkoholisma og ég fór að feta mig hægt og rólega inn á brautir sem að hafa fært mig hingað, það sem ég í dag með alls konar sveiflum og upp og niður og það sem ég hef fengið að upplifa mennskuna og lifa í þessum tvíhyggju heim og stjórnast af alls konar vitleysu og hvötum og löngunum en sem sagt síðustu ár hef ég sem sagt með hjálp þá aðalega sílósíbin, sveps og þetta, veist, hafa tólspora kerfið í mínu samhengi og þetta nú ekki að nefna það hérna upphátt hvaða tólspora hóp ræðir en þá það sem tólspora kerfið hefur verið svolítið svona grunnurinn að minni andlegu upprisu en svo fyrir, eins og ég segi, þetta sem 10 ár síðan að ég stöðaði þessa neyslu algjörlega bugaðir í tómu taugafalli og villisu stöðaði frá einum degi til annars, fór inn í mikil fráhvörf og vesen þar sem mér var kastað inn í andlega vakningu. Ég fenn nú yfir það hérna í formálunum hérna í UFO 101. Hvað gerist fyrir mig? Júlí 2016. En sem sagt samhliða þessari andlegu vinnu minni í gegnum, já, þá fyrst og fremst tólsporin sem að ramma inn svona, hvað ég segja, vissar aðferðir sem snúa sókn í guð og að reynsa fortíðina undan gömlu, þungu og eðileggjandi karma hlekkjum þá hef ég sem sagt verið að nýta mér ýmislegt og þá ég ekki bara að tala um öndun og hreyfingu, þá ég líka að tala um sem sagt sílósíbin, sveppin og og ég tala nú um mína notkun sem smáskammta neyslu á því en eins og ég segi, ég sem sagt búin að gera það í mörg ár. Svo hefur maður eitthvað svona leikið sér með það svona innan vissra marka en einhvern veginn smáskammturinn hefur verið mitt þeng. Einnig samdi ég frið við cannabis
og það þýðir ekki að ég sé að nota THC kannabinóðan sem er einn af 135 þekktum kannabinóðum í kannabisplöntunni. Ég er ekki að misnota THC. Það byrjaði með hefðbundri CBD-olíu og það þótti nú það kennt innan 12 spora samfélagsins að það má segja sko að menn hafi ekki brugðist vel við þegar ég fór að tala fyrir kannabis eða CBD á sínum tíma og meira þess að hef ég mist vini innan þessa samfélags fyrir það eitt að argutera fyrir CBD-oljum og en þegar öll á botni hvolft þá hef ég núna síðustu ár og ég segi notað kannabis þá í formi olíu, fyrst og fremst CBD-olíu en svona aðeins í seinni tíð sem sagt einnig ég hef notað THC-oljur svona öðru hvoru og þá í það litlu magni að ég ekki undir neinu móti upplifi vímuáhrifin sem að hlýst af THC heldur notaði kannabinóðana aðalega bara bæði á taugakerfið og sem auðvitað hefur áhrif á huginn minn, veitir mér slökun og fyrst og fremst þá eyðir þetta bólgum í líkamanum og ég er ekki bara að tala vöðvabólgur, ég er líka að tala bara bólgur í líffærum, þörmum, meltingarkerfinu og svo framvegis. Þannig að ég er búin að semja frið við kannabis. Ég, stónerinn og kókhausinn sem var alltaf annarkot friðinn eða útúrgeggjaður á einhverju suður-amerísku dufti. Hvað sveppinn varðar, þá hefur það verið langhlaup fyrir mig. Ég hef fengið að upplifa hvernig sveppurinn hefur hann hefur haft áhrif á hug minn og sál að því leyti til að ég virðist með minn aktífa og oft get ég sagt ofvirka haus, oft svona þráhyggju hneigist til þráhyggju og þá hef ég náð svona jarðtengingu með sveppnum og ég hef víkkað sjóndeildarhringinn sem felur í sér sköpun basically sami hluturinn þar sem ég fer að sjá lífið og upplifa lífið frá víðara samhengi sem gerir það að verkum að ég er orðinn meira skapandi í því sem ég geri og það er allt frá því að eiga samskipti við fólk bara yfir það hvernig ég leysi eða lít á, ég myndi segja innan svega vandamál og bara hvernig ég er til staðarinn á heimilinu sem eiginmaður, sem faðir, sem starfsmaður á plani með minn yfirmann og bara fyrir vikið einhvern veginn er þetta búið að gjörbreyta mér sem sagt bara hugarfarslega og andlega sem einstaklingur með skyldur gagnvart samfélaginu sem ég lifi. Og eins og ég segi, ég hef öðlast hugrekki og ég get ekki sagt ég get ekki þakkað sveppnum fyrir eða kannabisinu fyrir eða CBD-olíunu fyrir eða þessum fæðubótarefnum eða hreyfingunni einn og sér eða öndun einn og sér eða þetta er allt bara svona lítil verkfæri í stóri verkfærakistu og ekkert af þessu er töfralausn, ekki neitt og þar held ég ofta að hængurinn sé grafinn, segir maður það ekki að fólk leiti í hluti, hvort sé þessi hugveikandi efni, hreyfingu eða eitthvað annað með það að leiðarljósi á þeim forsendum að það komi til með að fixa vandamálið. Það bara virkar ekki þannig og það er þess vegna í málum sem snertir hugveikandi efni að fólk og sérstaklega innan þessa edrúsamfélags það fer inn á þessar brautir og svo heyrir maður þessar sögur, hann byrjaði að taka smáskammt af sveppum og það feldi hann. Kjaftæði. Þetta er á mínum að þetta er algjört kjaftæði. Þetta snýr að nálgun og þetta snýr að forsendum og þetta snýr að ásetning og þetta snýr að því að vera búin að íhuga á það sem er að fara að gerast og gera þetta bara, í réttri nálgun. Ekkert af þessu töfralausn og ég ítrykka, mæla ekki með þessu fyrir neitt en ekki á móti heldur. Ótrúlega áhugavert
varðandi þetta ayahuasca dót og DMT sko það virðist vera miðað við sögurnar sem ég heyri skulum orða það þannig að fólk sem fer þar inn hann eru að tala um eitthvað algjört groundbreaking stuff. Ég heyri sveppin oft vera þungan fyrir fólk, þetta getur verið þungt, þetta getur einhvern veginn, þú bara ert þarna skilin eftir með allan farangurinn og það ekkert þú getur gert annað en að fara að gramsa og það bara þungt og þú ert bara í moldinni og þetta eru bara djöfusis átök, andleg og líkamleg átök. Hvað var að DMT-ið? Veit ekki alveg, maður svona hefur heyrt ýmsar hryllingsögur með ayahuasca eða með ælur og það var eitthvað sem sagði við mig í gær bara að fólk sé að kúka á sig, ég reyndar aldrei heyrt það áður en að það sé svona einnum þyngra og þá auðvitað kannski tekið í gegnum meldinguna annan hátt en þegar að DMT er reykt sem sagt sú upptaka sé þannig að þetta er svipað og að vera skotin í höfuð með tvíleipu. Og það ekkert pláss fyrir handfarangur í DMT ferðalögum skilst mér. Það ertu bara sendur út í geim, inn í eitthvað quantum resonance, líkaminn skilin eftir og staðirnir eða staðurinn einna heldur því að ég segja, sko, þessi staðir sem fólk lýsir í þessum reynslum sínum, þeir sem sagt lýsingarnar eiga til að vera keimlíkar, algjörlega óháð því sko hvaðan lýsingarnar að koma, frá hvaða löndum, frá hvaða menningarheimum, hvaða hugmyndafræðilega arfleið liggur á baki sem hefur auðvitað áhrif á hugmyndir og ímyndunarafl fólks. Allstar fólk sett á sama stað og lýsingin yfirleitt þannig ímyndaðir alla liti heimsins, öll litbrigði, allar hreyfingar heimsins, allar útfærslur á því og öll form heimsins saminaði í eitt í hæðsta skýrleika. Þannig að fólk kemur tilbaka og segir, heyrðu, wow, ég var hérna bara inn í einhverju kosmísku stýrikerfi og þetta ekki bara framleiðandinn og arkitektinn, heldur þetta mögulega og líklega það eina sem að ég get mögulega bent á svo sjúklega öflugt að það mjög líklega hefur skapað sér sjálft. Sjálf skapað stýrikerfi. Mögulega guðlegt og fólk kemur út með hugmyndir hvað, eða spurningar einna frekar, hvað raunverulegt og hvað ekki. Að fer að efast rauneðli efnishygjunar sem að mínum að þetta ekkert nema hollt því að eins og ég segi, ekkert meitlað í stein. Já, ég satt að segja sko fullur tilhlökkunar hvað var það laugardagskvöldi eftir viku. Ég spenntur því að ég treysti almættinu fyrir því að vera sendur akkúrat á þá staði sem að ég þarf að vera sendur á til þess eins að útfæra verkefnið. Og verkefnið snýr að einhverjum skildum, eins og ég búin að fara hérna yfir, auðvitað gagnvart fólkinu mínu og annað, en þetta líka skildur sem að snúa lengra út á við. Þetta skildur sem að ég hef gagnvart ykkur, alveg eins og þið með skildur gagnvart mér, þótt að við kannski þekkjumst ekki neitt. Og í mínu tilfelli hef ég fengið að vita í gegnum download og sálrænar reynslur að ég hérna sem erindreki og talsmaður einhvers konar bandalags hef rammaða inn með hugtakinu í gegnum hugtakið Galactic Federation, hvort sem að það sé rétt nafnið ekki, en einhvers konar kosmískt bandalag vera sem allavega myndi ekki teljast mennskar. Þannig að það sem ég að segja að mitt hlutverk sem erindreki þessa afls einfaldlega að fylgjast með, greina upplýsingar og miðla þeim áfram og ekki bara fyrir ykkur, heldur einnig fyrir mig. Því að vöxturinn einhvern veginn minn andlegi vöxtur og trúið mér, ég að þroskast mikið í gegnum þetta greiningaferli, hvort þessu bækur eða hlaðvarp eða sírukast, eins og stelpa mín sagði hérna áðan svo snildalega.
Þegar að kemur að þessu tólsporabrasi þá þykir bara mjög eðlilegt að vera edrú en á alls konar geðlyfjum. Og hérna erum við komin inn á hálan ís. Hérna segir fólk við þig, Gunni, þú ert ekki læknir, þú getur ekki talað svo læknir. Og það er bara eins og einhver akademísku stimpil í einhverjum gullramma upp á vegg eða gefa mér eitthvað sérstakt leyfi til þess að fjalla eitthvað sem ég kannski persónulega hef ekki hundsvit á. Því ég er sjálfur ekki að nota þess efni og hef ekki verið í þessari sálrænu klípu sem þeir vilja meina að aðrir þurfa að vera í sem kallar á þessi efni. Hræsni og hroki. Jú, ég er nefnilega læknir. Ég er búin að lækna sjálfa mig. Og því get ég talað og ég geri það hispuslaust og mér er drull. Í þessu 12 spora samtökum út allt, hvað var það svona edrumennskur? Þá er fólk að nota ADHD-lyf sem er ekki bara eitthvað svona í nálægð við amfetamin, heldur meira bara eins og litla eða stóra systir. Og það skiptir engum máli hvort ég sé að tala Concerta, Ritalin, Elvans, smá skammtaði þetta, öðru hvoru í eitthvað tímabil þar að segja að þú ert ekki það veikur í hausnum af alkoholisma, fine, do it. En eins og þetta er notað í dag af fólki, þetta er svo mikil þvæla og vitleysa og út af því að ég er læknir og notaði amfetamin í mörg ár, þá veit ég að það er rétt. Ég veit að amfetamin virkar í korter, en svo áður en ég veit af, þá þarf ég annarkot að auka skammtinn eða skipta efni, því að ég vinn mér inn þol og ég er farin að snúast í hringi, snældu vitlaus, komin í geðrof. Ég var á serotonin SSRI lyfjum líka í ykkur 2 ár hérna fyrir löngu síðan og ég get sagt ykkur þarna var ég veikur alkoholist og freðhaus en samt vildi ég losna við þetta ógeð því að ég hef þetta til að byrja með 22, 34 ára gamall, náði honum ekki upp sem er kannski ekki eðlilegt fyrir svona ungan og hraustan mann eins og ég heldur var ég bara flattur tilfinningalega út eins og pönnukaka og mér leið ekkit betur ef eitthvað þá leið mér bara verr. Og svo þegar ég reyndi að hætta á þeim cold turkey eitthvað staðar í Danmörku, nýfluttur út, að ég aldrei áður komist í jafn nálægt í bara einfaldlega að henda mig fram á byggingu svartnættið var svo mikið. Þannig ég tók hálft ári að trappa mig niður á þessu SSRI drasli. Þetta hét sertralín, þetta lyf sem ég var að taka. Kvíðalyf, þá getum tekið til dæmi bara diazepam sem ég bruti eins og Smarties. Elskaði dísur algjörlega, ég var með svona 10 milligrama töflur og það er algjörlega bara komu mér á jörðina og það er virka, þangað til að virka ekki lengur einhvern veginn, þolið eykst og áður en ég veit að þá er ég orðinn háður einhverjum kvíðastillandi lyfjum. Talningum þegar ég er á ADHD-lyfjónum alveg brenglaðar á því, getur svo ekki sofið þannig að annarkot þarf ég að dæli með melatonín eða bæta svefnlyfjum á þetta. Þetta er algjör þvæla. Ég þekki svo marga sem að hafa lent í klóm geðlega batterísins að ef þeir ná ekki að bara offa sig og það er það sem þið gera, þessir elsku menn þá einhvern veginn bara lendaðar í einhvers konar bara rað innlögnum inn á geðdeild og komnir búin að prófa allan pakkan og komin á okkur geðrofslyf fullt af lyfjum, komnir með einhvers konar líffæragigt, algjörlega handónýtir, bjúaðir í tómu rugli og þetta er ekkert líf. Á hinn bóginn þá er ég búin að sjá fólk læknast af þessum andlega kvilla sem að þessi andlegi kvilli sem að byggist á sjálfshyggju, sem byggist á poor me, sem byggist á þessari sundrung eða þessari tvíhyggju hugsun að það sé raunverulega ég og þú, ég og þið. Það er bara einhvern veginn einkavædd vitund á kostnað viðvæðingar. Ég er búin að sjá fólk komast inn í viðvæðingu því þessi efni, öll þessi efni eiga það sameiginlegt. Við getum tekið DMT, hef ég heyrt, psilocybin, get ég skrifað undir, að þau stíla inn á ekki dópamin eða adrenalín spennu boðefna framleiðslu, heldur stílar þetta inn á serotonin og endorfín sem eru samkenndar boðefni
sem gera það að verkum að afleiðing af því að nota þessi efni í réttu settings, réttu magni af réttum forsendum og helst myndi ég ráðleggja fólki undir handleiðslu, einhvers konar handleiðslu, ekki nema sé því mun andlega sterkara eða stert, en þetta semst fólk sem að fer úr einstaklings miðaðri ég-hyggju í viðvæðingu og allt í einu það orðið eitt með hópnum, eitt af hópnum, eitt af náttúrunni. Þessi lyf, og ég sé það sama eftir að hafa setið í stjórn hampfélagsins í svolítinn tíma og barist fyrir lögleiðingu medical cannabis, þetta ekkit ósvipað. Heilbrigðiskerfið ekkit að fara að hleypa þessu inn eða lögleiða þetta. Það mjög einföld útskýring fyrir því. Þetta var nú bara reynt kringu 1970. Það vildi bara enginn fara í stríð. Það vildi enginn fara í Vietnam því það voru allir bara eitthvað svo deeply connected og það var bara one love government. Og það vildi bara enginn berjast fyrir stórabróður. Hvað var gert? Allt þetta hugvíkandi drast, LSD og annað, þetta og psilocybin, þetta var bara á einni nóttu skilgreint sem class A drug, stór hættulegt. Þannig að allt í einu var stórinn glæpamaður sem felur í sér vissan klopning þegar ég að nota þessi efni og skammast mig fyrir það því þegar ég að gera eitthvað ólöglegt þá ég einhvern veginn komið með hálfgeitt svona tvöfalt siðgæði. Ég að hreyfa mig í einhverju samfélagi manna með einhverja lög og einhverja reglur en ég að fara á bak við lögin og þá ég farin að vera með leyndamál. Skiljiði, þá ég orðinn glæpamaður. Þannig að þetta verður mjög líklega ekki löglegt nema einhvers konar kosmísk kollektív uppljómun á sér stað og við komumst undan þessari einstaklingsmiðu stökkbreyttu kapitalista, mutant kapitalisma ruggli og þá ég að vísa í lyfjareisana sem eru búin að snigla sér inn í hið akademiska kerfi, búin að byggja höfðstöðar sínar við háskólasvæðin, að fjármagna allar rannsóknarstofurnar, eru komin algjörlega bara inn í þetta, þú veist, þannig að geðlæknar, takkið geðlækna. Sko, geðlæknar ættu raunin að heita, lyflæknar, en það eiginlega líka rámt, því þeir eru ekki einu svona lækna neina með lyfjónum, þannig að þetta raunin bara tóm vitleysa. Þú veist, það engin peningur í sveppum eða DMT eða cannabis. Þú getur ræktað þetta allt sjálfur. DMT færðu bara úr einhverjum berki, úr einhverju tré sem vex í Suður Ameríku og þarftu raunin ekkert að fara með þetta inn á neina djöfisins rannsóknarstofu eða neina framleiðslustöðu, getur gert þetta bara heima hjá þér. Sama með cannabis. Ég geti verið með skáp hérna bara bak við mig. Það að rækta bara eitthvað cannabis og vinna úr því bara eitthvað að gegja CBD-olíu eða THC-olíu eða hvað nú Ég geti verið með bara eitthvað psilocybin sveppabox. Skiljiði. Og fólk gerir þetta. Og þá ég ekki lengur viðskiptavinnur. Því ég get sagt ykkur það að geðlyfabatterið vill hafa þig smá veikan. Ekki nógu veikan til þess að þú getur ekki mætti vinna og borga skatta og keypt fótanuttækin, en nógu veikan þeir á að líða nógu illa til þess að þú komi vælandi í læknin og biður að redda út þessari klípu, en í lang flestum tilfellum, og ég búin að fylgjast með þessum málaflokk og sjálfur verið þarna, þá leiðir þetta ekki menn eða konur inn í neitt annað heldur en þjáningu, vesen og volaði. Áframhaldandi þyngsl, engin lausn, bara meira þunglindi, meiri athyglisbrestur, meiri kvíði, svefnleysi. Skiljiði. Ég leyfi mér að tala svona því ég að tala af visku og ég veit það. Ég búin að vera þarna, ég búin að horfa upp á aðra vera þarna. Mér langar að segja eitt í lokin, ég veit þetta svolítið langt, ég going on a rampage. Hvað var þar eins og með 12 spora brasið, ég nú fengi að heyra svolítið af því gegnum tíðina, eins og ég hef nefnt hérna. En, 12 spora brasið geggjað. 12 sporin eru æðisleg og 12 sporin voru í rauninni búin til í gegnum þá í stofnun A-samtakana.
og þetta sem sagt Bill Wilson, stofnandi aðsamtakana sem að dregur til sín alkohólista nummer 2 sem var Dr. Bob. Þetta var í maí 1935 og Bill Wilson, hann sem sagt alkohólisti nummer 1. Hann kemur inn í þessa jöfnu með þessi 12 spor sem þá voru 6 og þetta voru sem sagt 6 spor sem höfðu með hreinsun á karmanniðinu, tengsl við Guð, bæta fyrir brotin og einhvern veginn að leitast eftir því að hjálpa öðrum, keyra inn í samkennd. Þetta voru 6 spor frá svona kristinni svona trúarreifingu sem hét Oxford-grúppan. Og úr þessum 6 Oxford-grúppum þá urðu 12 sporin því auðvitað alkoholistar þeir eru ekki mjög frumlegir. Það sem við gerum, strákarnir, við rænum bara einhverjum öðrum og gerum það okkar eigin. Það það sem við gerum, strákarnir. Þannig að þeir bjuggu til þessi 12 spor. Svo bara óks aðsamtökin eða auksu og bara urðu risastór eins og þau eru í dag og eru bara frábær leiðbeiningunum fyllt til hlítar og ef fólk áttar sig á því að það er bara eitt og það er Guð. Bill Wilson frá ágúst 1954 til 1970 en þá þetta kemur Nixon og bannar sem sagt LSD í þessu samhengi gerir þetta Class A drug ólöglegt en það eru til skjalfestar heimildir og transkrift handrit af því að í 16 ár frá ágúst 1954 til 1970 þá heimsótti Bill Wilson, stofnandi og aðsamtakana, aðal-tólsparamaðurinn, hann heimsótti einkakliník í Kaliforníu og oftast með vinum sínum Aldous Huxley sem meðal annars skrifaði þessa frábæru skáldsögu Brave New World sem allir ætti að lesa, mæli með því. Hann heimsótti þetta einkakliník og undir handleiðslu hjúkrunarfólks þá var dælt í hann LSD. Þetta gerði hann reglulega og þetta er ekkit launungamál. Hann gerði þetta fyrst til þess að losna við tóbaksfíkn eða nikotínfíkn. Hann var alltaf stórreykingamæður eins og flestir. Og ég hef lesið transkriptið af fyrsta trippun hans. Og veitir hvað fyrsta setningin var þegar að LSD-ið kikkaði inn? Hann sagði, ég man ekki hvernig hann sagði þetta á ensku, en þetta var eitthvað af þáleið á íslensku, af hverju tökum við allu svona sjúklega alvarlega? Og það er nákvæmlega málið. Þetta er ekki meitlaði stein, þetta er ekki klift og skorið, við tölum með einhverja regnbogafána hérna, þetta er öll flóran, þetta er regnbogi af öllum mögulegum útfæslum á lífi, því að einhvern veginn eru við þóttu séum ein sál saminuð í djúpinu, ef við tölum haf, þá erum við ólíkir öldutoppar. Við erum ólík og útfæslurnar eru óendanlega margar. Það víti veggja. Og ég hef farið með þetta sem sagt inn í 12 spora brasið og mætt náttúrulega engu nema bara fordómum og bara nánast verið öskrað á mig fyrir bara yfir höfuð að vera að tala þetta. Og það er meira að segja, mér langar að segja eitt í lokin, bara svo fyrst ég byrjar að stuða fólk. Það er sem sagt í A-bókinni, og ég vil taka það fram, ég er ekki hérna á þessum hálftíma búin að segja það með neinu móti að ég sé í A-samtökunum eða sé A-maður. Nú er ég bara að tala A-samtökin, ég er 12 spora maður og ég er bara að tala A-samtökin og ég má það alveg. Ég er ekki að brjóta neinar erfðavenni með því. En það er sem sagt í A-bókinni, þá lýsir Bill Wilson því 12. Desember 1934 þegar hann var í sinni síðustu innlögn inn á Town Hospital undir handleiðslu Dr. Silkworth sem var læknir sem að hugsaði alla þessa veiku alkoholista sem sagt Bill Wilson var þarna og á 3. eða 4. degi hann var hérna bara í einhverjum delirium tremens bara að drepast úr alkoholisma bókstaflega þá verður hann fyrir svo svakalegri andlegri vakningu að hann er bara rifinn úr líkamannum og hann lýsir þessu þannig eins og hann standi á fjallstindi og það leikur hann bara einhver guðlegu gustur og hann bara kemur út úr þessari reynslu breyttu maður. Og þetta skrifaði í A-bókinni, bara Guði stór, bara sjalamalla og sem er bara geggjað. Veist, ég hef sjálfur farið inn í þessa reynslu án nokkura annara hugvíkandi efna, það sem ég hef bara verið rifinn úr líkamanum inn í ljósið.
En það sem ekki kemur fram í AA-bókinni hvað þetta varðar, það að Bill Wilson var á þessum tíma á sínum 3. degi af 4 á svokölluðu Town Lambert Lambert treatment. Þetta svona vassmeðferð sem að samastendur af 3 hugvíkandi plöntum. Þetta var Benhain og belladonna eða eitthvað svoleiðis. En semst allavega allt plöntur sem valda mjög sterkum psykadeliskum áhrifum. Þetta var semst þessi Lambert water treatment aðferð sem var í rauninni bara notuð til þess að kontra á tremman eða þetta delirium tremens sem að þessir veiku alkoholistar voru oft í. En það sem ekki fylgir sögunni, það sem að alkoholistarnir ekki hafa viljað horfast í augu við að hotsteinnin að bata þessa alkoholista, hann sem sagt fólginn í þessari andlegu reynslu hans inn á Town Hospital 12. desember 1934. But guess what? Gaurinn var alveg grillaður á því. Hann var út að skýta á hugvíkandi efnum sem gerir reynsluna gefur henni ekkert minna vægi, sama andlega reynsla, og þetta að segja að sjá í kringum mig út allt að fólk bara að komast í tengingu við Guð í gegnum þessi hugvíkandi efni alveg eins og ég sé menn og konur komast í tengingu við Guð á nefnana í gegnum mjög sterka og mikla andlega íhugun eða hugleiðslu, andlega iðkun. Eini munurinn að í gegnum þessi hugvíkandi efni þá þetta gerast miklu hraðvirkara og skilvirkara fyrir fólk. En þetta samt sem áður vand með farið. Því að krakkar, þetta ekki fixer, þetta lítið verkfæri í stórri verkfærakistu. Þetta nú búið að vera meira djöfusis rantið, maður. Herðu, nú erum við slaufað. Bara eitt skipti fyrir öll. So be it. Það breytir engu. Það ekki hægt að taka neitt að mér sem ég hef ekki. Og það flottasta við allt ef maður búin að kolla á bullshitið í sjálfum sér, þá getur engin annað gert það. Ég löngu búin að því. Ég hef ekkert að fela. Gunnar, þú ert ekki læknir. Guess what? Ég læknir. Ég læknaði sjálf mig. Það búið að taka 10 ár og ég bara að verða 50 í sumar og ég frjáls, ég glaður, ég hamingjusamur, ég skilvirkur, ég ekki með neina beinagrindur í skápnum, ég ekki, mér ekki stjórnað af hvötum og löngunum, heldur einhverjum eldmóð sem snýra sameiginlegri upprisu mannsins. Það bara ekkit flóknar en það. Ég fór nú ekkert inn á tengslin við UFO eða geimverur. Það verður eiginlega að koma seinna. En það eru tengsl. Því að bara henni í lokin, hver setti þessi efni hér á jörðina sem möguleg brú úr efnisheim inn í éterinn, inn í kvantum? Hver gerði það? Var það John Travolta? Nei. Var það Terence McKenna? Nei. Það var engin maður sem gerði það. Engin maður. Þetta eitthvað kosmist. Þetta eitthvað grand scheme. Þetta eins og eitthvað svona fjársjóðsleit. Bara leita okkur fjársjóð. Sílósípinn. Skilurðu? Hvað gerist þá? Búm. Komin inn í Guð. Komin inn í stýrikjörið. Búf. Skiljið mig. Herrarskunnar, ég kveð hérna úr sýrukastinu eða geimsýrunni. Þið ráðu hvort þið follow eða subscribeið. Skiptið með engu. Þið búið við frálsum vilja. Notið hann. Ég sem sagt á TikTok, það UFO geimsýran eða YouTube geimsýran. Svo getið þið fylgt mér á samfélagsmiðlum, Facebook, aðalega, þar birti ég allt þetta stöf. Þykir vænt ykkur 40 mínútur. Þetta geimsýrumet. Aldrei hef ég tekið rantið svona lengi. Ég ætla að fara inn og knúsa stelpuna mína. Elska ykkur. Góða helgi.